Já, vinir, komið í sæl og bjóðum ykkur velkomin til þáttarins því að þessi þáttur er í boði í nafni Jesú Krist og ég er bara sem sagt hans maður og sem hann dó fyrir og ég vil að sjá þakklæti mitt að því lítið til að allavega vilja þjónunum, heiðar hann með þjónustu minni. Og hann er ekki að biðja neitt nema trú mína og vill að trúin virki með þeim hætti að hún svona svolítið ýti mér áfram út í þjónustuna. Og þjónustan er því algjörlega sjálfvilja verk mitt. Það er enginn haft neinn áhrif á hana nema bara minn eigin vilji sem að ýti mér í þessa átt eins og vorum að segja á þann og ég kann vel við það sjálfur að svo sé með þeim hætti sé og ég veit ekki með þig og þína trú en ég reikna með að sama gildi um hana að þú ert það sem þú ert í starfi og þjónustu vegna þess að þú númer 1 trúir og svo hefur trúin ýtt þér út í það sem þú ert að gera í Jesú nafni og það er bara í eðli trúarsmanns að vilja gera þetta með þessum hætti en svona svolítið val mitt hvort að verði eða ekki og það er eitt af því sem við erum að gera við erum að hvetja menn að þessu vali að við förum að starfa fyrir Jesús drottinn segir það sjálfur og þetta vitum við vegna þess að við erum að skoða og kíkja orðið og reyna að þess að læra meira af því. Hann segir að verkamenn séu fáir en akurinn sem sagt víðfemur. Það vantar alltaf fólk á þennan akur. Meðan við þá sem hann hefur frelsað þá sjáum við að hver staða, hvar sem er á akrinum ætti að vera mönnuð. En er það ekki vegna þess að bara fáir stíga fram og drottinn er þannig Guð að hann tekur engan með valdi. Hann gaf okkur gjöf og svo vill hann fræða okkur gegnum trúna og trúin sem sagt á að vekja upp í okkur þetta þakklæti að við segjum að ég vil þó í það minnsta þjóna honum. Og það er svona góð lending fyrir viðkomandi og svo fer hann átta sig á því að það er full þörf fyrir hann í þjónustunni hver sem hann öndvert er. Og þetta snýst ekkert mína hæfileika því að þeir hæfileikar sem ég hef eru gjöf frá lifandi Guði sett í mannin þegar hann skópan myndaðan í móðurlífi, móðurkviði og svo kom hann út með þá hæfileika sem að drottinn vill fá til sín og fá að nota til að hæfileikar mínir, segir þetta með mér, hæfileikar mínir sé ekki notaðir af andaverum vonskunnar. Og þess vegna vill hann og grætur yfir því að orði sínu er haldið frá yngstu börnunum. Bara skipulega er því haldið frá börnunum sem að þar með hafa mist af þessari grunnkennslu sem gæti breytt öllu fyrir þessa krakka því að ef Guð vill og þá verðum við öll fullorðin síðir. Barnæskan, hún er til þess að gera mjög stuttur tími en leggur grunn alveg ótrúlega mikið sem að menn eru með hjá sér og í sér alla sína lífsgöngu. Þannig að þú getur rétt ímyndað þér gagnsemin af því að leyfa barninu að nema Guðs orð og svo bara velur það sjálft þegar það orðið fullorðið fólk hvort það vilji eitthvað að gera með þetta en að halda þessu skipulega frá þessum hópi einstaklinga sem fæðast í heiminn er ekkert annað en ósvinna.
En þetta eru tímarnir í dag. Menn vilji ekki sjá þetta svona og þeir sjá þetta ekki svona og eru svo undrandi á því að ástandi í heiminu sé eins og það er. Menn gráta og harma ástandið í heiminum en eru með lokað á allt sem heitir Guðs verk. Vil ég helst loka því öllu. Þetta er nákvæmlega uppskeran af því. Og það eru sem sagt okkar verk, Guðs manna og kvenna, að koma þessu til skila og ef að trúin fær að starfa og virka þá líka kemst þetta til skila. Það kemst til skila vegna þess að Drottinn er góður, hann sér svo að þetta komist til skila og hér eru við að tala það sem að býr í hjarta okkar og það er Guðs orð og ekkert minna heldur það. Þetta er það sem við viljum að menn og konur og allir fái að heyra og við erum að tala okkar reynslu þegar við tölum Guðs orð, þá erum við leið að smyrja það með okkar reynslu sem fyrir okkur er hreinn sannleikur. Sem er að taka við þessum orðum og meðan aðrir gera það ekki. En það breytir ekki hinu að það er skylda okkar að tala það sem að Drottinn vill að sé talað, vera undir vernd og blessun Guðs og lifa því lífi sem hann vill að við lifum undir þessari blessun, sem sagt að líf mitt á að vera sýnilegt Guðs líf því að Drottinn er svo góður að hann tekur menn og konur í gegnum líf sumra manna ef svo má segja. En það er hoggið í þetta allt saman því að hér er afl sem er andavur og vonskunnar í heiminn geimnum. Þetta er ekki sýnilegt afl, þannig séð, þú sér þetta ekki, getur ekki staðsett þetta nema þú getur séð verkin í fólki sem eru ekki þjóna lifandi Guðs. Og sama hátt og þú sér þessi illskuverk gegnum þetta fólk, því að þetta er allt saman í gegnum fólk, þá átt þú, það er vilji Guðs, að fólk sjáu góð verk kristnismanns og konu í gegnum sína trú. Þannig að það á að vera alveg jafn sýnilegt þessi góðu verk Drottins í gegnum trú mín og þína og það er vilji Guðs og það ætti að sjá margir og það hafa margir komist til trúar einmitt í gegnum þessi góðu verk. Drottinn sér alveg sína það, við þurfum ekki að vera neitt að pæla í því, hann gerir það og það er vilji hans að við séum að nota trú okkar með þessum hætti því hann vil að trúin sem hann gaf mér sé rétt notuð. Og hvernig verður hún réttar notuð en þegar ég er að blessast sjálfur og blessa annan með mér af orði Guðs og jafnvel segja vitnisburði minn sem Drottinn hefur gefið mér. Það er ein birtingamyndin Guðs manns og Guðs konu að það er vitnisburðurinn því að þannig býr Drottinn sjálfur hnúta að öll okkar við eigum okkar vitnisburð. Það er eitt af því sem hann gerir. Það er að gefa okkur vitnisburð og sem hann vill og knýr okkur til þess að segja öðrum frá. Systkinum sem blessar þau og svo þess vegna, fólkinu fyrir utan því að þau séu undir áhrifum andavera vonskunar að þá er þetta bara fólk, ekkert ómerkilegra fólk heldur en ég og þú. Hver sem er í heiminum hefur jafnan rétt á við annan til þess að taka við Guði, taka við Jesú og þú horfir á mann sem tók við Jesús og ég get sagt þér það, hann er ekkert réttári, hann er neinni annari manneski í þessum heimi til þess að eignast þetta sama. Hvað vann hann til þess að svo verði? Ekki neitt. Hvað gerði hann til þess að svo verði? Ekki neitt. En hann fékk þetta. Og þetta er ekkert annað mynd af góðum Guði sem vill öllum vel. Og hann harmar sumt, við vorum að tala
börnin sem markvist og skipulega er haldið frá Guðs orði, að því að hinir fullorðnu eru orðnir svo fjarlægir Guði að þeir bara koma alls ekki auga á þessa augljósu staðreind fyrir okkur. Og þetta er eitt af því sem knýr okkur áfram, að því að Drottinn sagði sjálfur á krossinum, við munum orðin hans, Faðir fyrirgefðu þeim því þeir viti ekki hvað þeir eru að gera. Sem sagt, þeir settu þennan Guðsmann, Jesú, á krossin, og þeir voru fyrir neðan sumir bara að gera grín að honum, að hann væri að kveljast þarna á krossinum og sögðu hann bara öðrum bjargar okkur bjargar ekki sjálfum þið. Við sjáum alveg gegnum gangandi háð, og þetta er ennþá í gildi. Menn sjá ekki Krist og gera því bara það sem að þeim þykir rétt að gera, og eitt af því sem mönnum í dag þykir rétt að gera, takt eftir því, þar að meina barninu aðgang að orði Guðs. Þetta er skipurlega gert, og það er engin nýlunda, þetta hefur alltaf verið svona. En samt hefur þetta nú verið svona svolítið misjafnt. Sumir hafa þegið þessa gjöf og sumir sem að maður þekkir segjast hafa verið trúaðir alla sína ævi, og ég rengi það ekki neitt og hef enga stöðu þess að rengja það. Þetta er það sem þeir segja. Og akkurju allir þeir séu ekki bara þakkláti fyrir það sem áttu þetta sem börn, að þeim var ekki haldið frá þessu. Ég hef engan séð hrista höfuðið og mæðast yfir því að hafa verið trúað barn. Ég hef engan heyrt segja það. Og kannski eru til menn sem eru trúaðir í dag sem jafnvel harma það með sjálfum sér að þetta var, menn gerðu í því að halda viðkomandi frá þessu. Og við veitum alveg og þekkjum kannski sögur það að menn sem hafa komist til trúar að ættingjar og vinir þeir gera bara í því að draga hann út úr þessu aftur. Akkurju? Að þeir þekki ekki Guð, og Drottinn segir við þá, Faðir fyrirgefðu þeim því að þeir viti ekki hvað þeir gera. Þess vegna er það svo mikilvægt að maður uppljómist af Guði, og svo sem uppljómast af Guði hefur hún leið viðurkennt Guð að hann er einhvað, og það sem hann á segja hann við sjálfan sig, fyrir nokkurn pening vil ég ekki missa þetta. Þetta er svo grift. Þetta er ein blessunin sem trúar vakningin og vitundin veitir, að hún greipi svo fast í menn að þeir segja, ég vil ekki missa þetta frá mér. Hver sem afstaða slíks er, hvað barni varðar, þá hefur hann söðlað í hugsun, eins og maður gerði bara sjálfur. Hann segir, við skulum opna þessa leið fyrir börnin. Hver sem afstaðan var áður, að þá umsnýst hann, og hún er orðin þessi, gerum orðinu farveg til barnana, það galopið fyrir þeim. Því hann sér alvöruna, og hver er alvara? Það er áhugavert að skoða. Alvaran er lífið og dauðinn. Þú ert fæddur og fædd til að lífa. En syndin kom, og með syndin kom dauðinn. Og ef þú Drottinn nærði þér ekki út úr syndinni, þá myndu deyja. Hann er lífið. Og þetta gerir trú okkar alvarlegri, og þetta fyrir suma stappar í þá stálinu að standa sínar plitt, hvað Drottinn varðar. Og hann getur því tekið sér þessi orð í munn þegar eitthvað er að vera sem er andstætt vilja Guðs. Faðir fyrirgefðu þeim því að þeir viti ekki hvað þeir gera. Þessi orð hafa gengið með kynslóðunum fram á okkar dag, og við vorum hér að nefna þessi orð, og við vitum að þessi orð er að finna í orði Guðs.
Það er okkar sem eigum Kristi í hjarta okkar, það er okkar að láta aðra vita það sem við eigum. En við gerum það mildilega í kærleika vegna þess að orðið er kærleikur og við vitum að við vorum ekki þvingaðir á þennan stað. Við að vísu fengum gjöfina sem er trúin og heilagur andi, fengum þá gjöf, en við sem erum á akri Guðs höfum séð tilgangin með gjöfinni og við höfum stigið út í tilgangin sem er að vera þessi þjónn, lifandi Guðs þjónn, hvað með hann? Hann lýtur herra sín, það ekki? Og vinur, segir drottin, verður við, ef við gerum vilja Guðs, og vinir, hvað gera þeir? Þeir talast við, þeir hittast, þeir eiga samfundi, og það er nákvæmlega það sem er að gerast. Við eigum samfundi með Jesú. Og við erum honum velþóknanleg að því að við gerum það sem hann er að bjóða. Hann horfir ekki á Konna og segir rosalega er hann Konni klár. Ég held að hann hafi nú bara enga skoðun á því. En ég er það, ef ég er klár, þá er ég það vegna þess að ég leyfi drottni að byggja mig þannig upp að ég verð fyrst og fremst Guðs maður. Og ef ykkur vill sjá ykkur klárleika í því, þá er það bara blessað mál og ég þakka þú Guði fyrir það. En geri mig ekkert merkilegri mann fyrir það. Ef ég geri eitthvað vel, sem ég geri margt vel og ég þakka Guði fyrir það að svo er. Og þetta er eitt af því sem að hann uppáleggur okkur að segja frá, gera og vera undir, það er að gefa honum alla dýrð. Það er svo auðvelt, minn kæri vinur, og þetta veistu líklega. Það er að segja að heiðra svo litið sjálfan sig. Ég hef staðið mér nú nokkuð vel og það er enginn að efast neitt um það að bæði ég og þú höfum oft staðið okkur mjög vel. En að það er fjarri mér allavega en að vera eitthvað að tala um það með einhverjum hætti. Ef að drottin vill heiðra, þá bara gerir hann það. Og hann heiðra sitt fólk. Það er hans verk að heiðra. Ég hins vegar er bara þjónn og ég gæti þess vegna tekið mér orð Biblíunar í munn, Nýja testamenti þar sem segir: ónýtir þjónar eru við höfum gert það eitt sem oss er skylt að gera. Og þannig er það í raun og veru, að við erum í raun og veru ekkert að gera neitt meira en boðið er og okkur er skylt að gera. Okkur ber skylda til að segja frá Jesú, lifa lífi sem Jesús boðar og kennir og við erum undir og vitum svona í allavega misjafnlega vel hvað er. Það er bara skyldu verk okkar. Við höfum gert það eitt sem oss er skylt að gera. Og fyrir hvað ætti maður svo sem að blása sig upp fyrir að vera að gera einungi skyldu sína? Ég sé það ekki. Þetta er svo bara með manni í vinnu, þú ræður því í vinnu og þú stendur því vel í þinni vinnu, segjum það. En þú ert samt bara að gera skyldu þína og það sem þú ert ráðinn til að vinna. Svo má spyrja, hvaða heiður áttu fyrir það? Ef að þú ert undir sanngjörnum og góðum vinnuveitenda, það getur vel verið að hann umbunni þér einhvern veginn. En það þarf ekkert að gera það vegna þess að þú ert bara að gera það sem þú varst ráðinn til að gera og við fengum köllun á okkur og við erum að stíga út í okkar köllun og hún er þetta. Og hver er þá heiðurinn og hvern ber að heiðra? Ég hins vegar, ég segi, ég heiðra drottin fyrir það sem hann er mér. Þannig að þetta snýst alltaf um hann. Og ef þú gerir þetta svona, þá sérðu að þú ert nú nokkuð langt frá öllum hroka. Sem er miklu betra. Það er miklu betra að vera langt frá öllum hroka heldur að vera bara við hans dyr allan daginn og stíga annari löppinu þar inn óvart annað veifið. Það er ekkert vit í því. Við þurfum að fara langt frá þessum dyrum. Þannig að það þurfum nokkuð spöl í það ef fyrir eitthvað að breytast hugafæri hjá okkur. Því að ef það er lengra inn í þessar dyr hrókans að fara þangað inn, þá hefur þau tíma til þess að
endurskoða hugðin, en ef þú ert bara við dyrnar og það er ekkert annað en að opna og velta sér inn, þá erum við komnir á allt annar stað. Hvar viljum við vera og hvernig viljum við að þessi mál séu? Það er eitt sem að trúin er endalaust að spyrja okkur að. Með öðrum orðum, hvernig viltu hafa þetta? Já, þú veist það kannski ekki alveg, en þú getur vitað upp á punkt og prik. Þú ert vel að þér í orði Guðs. Þú lyftir upp höndinu til drottins í bæn og beðinni hans alls konar sem á hjartanum býr. En þú ert umfram allt vel að þér í orði Guðs, þá veistu allt sem hann vil sjá þig gera. Hvað segir hann? Frambyrðið góða fara og fullkomna. Ætti þetta ekki að ganga með okkur? Ætti þetta ekki að eiga okkur? Það er svona allur gangur því hvernig við erum þar, en sumir reyndar eru þarna megin og við heiðurum slíkt fólk í Jesú nafni. Drottin heiðrar og við ættum nú að vilja heiðra það sem drottin er að heiðra meðal okkar, er það ekki? Þannig við sjáum að við þurfum að blína svolítið mikið á Jesú, minna á okkur sjálf, meira á Jesús og leyfa honum síðan bara að sjá alla heiðrun í minn garð. Gerir hann það? Heiðrar hann mig? Hann hefur heiðrað mig með margvíslegum hætti, ég lofa ykkur því. Og ég er heiðraður á honum á hverjum degi því hann vill hafa mig hjá sér. Hann vill að ég þjóni sér og hann hvetur mig til að þjóna sér áfram. Það er heiður, ekki? Hann vill líka gera þetta við þig. En kannski getur hann ekki gert þetta við þig eins ofta hann vildi vegna þess að þú ert kannski að ströggla við það. Þú ert með þangaðinn út og söður. Þú ert sjaldnast með hann réttan frammi fyrir honum. Þú efast, þú tortryggir. Akkur efast og tortryggir. Ég veit ekkert það. Ég veit ekkert þína æsku. Ég veit ekkert hvað hefur kveikt þennan efa hjá þér. Máski má rekjan úr þinni æsku, kannski var þér ekki treyst, kannski var illa farið með þig í æsku og svo framvegis og framvegis. Það er alls konar sem getur komið. En við gleymum því að Drottinn var að frelsa okkur frá þessu. Sértu trúið manneskja, þá lofa ég þér því að hann var leið að frelsa þig frá þessu. Með öðrum orðum, að þú ert gremjufull manneskja yfir því sem gerðist í þínu lífi, þér finnst alltaf að mistekist í þínu lífi, en Drottinn frelsaði þig frá þessu. Með öðrum orðum, hann frelsaði þig frá þessari hugsun sem læddist að þér, sem gleypti þig og þú ert sannfærður og ert ennþá á þeim stað í raun og veru að treysta engum, aldrei. En við getum alveg lofað því að Drottinn hendir engum frá sér. Hafa hann einu sinni frelsaði, þá ertu frjáls manneskja í hans augum. En hann, að því hann vill að við vitum líka af þessu, að við séum þetta frjálsa fólk og hann sé sá sem hann er, þá vill hann að við stígum fram og gerum verkin, því að þá erum við komnir í taktið hann bara hér og nú og þá sjáum við gæsku hans og góðmennsku og það allt og okkur líkar vel við þessa gæsku hans og við deyjum sjálfum okkur og segjum ég ætla bara að beygja mig undir vilja Guðs hérðan af og láta mér það bara nægja. Þetta er hægt, það er allt hægt. Þannig við sjáum að það er öll gagnsemi að því að vera virkur í orði Guðs fyrir okkur sem að eigum þetta. En við vitum líka að margir eru uppbundir það að vera óvirkir í sinni trú. Og hvers slags fíflagangur er nú það, segi ég nú bara. Það er ekkert vit í því. En það er erfitt að eiga, því að aðrir, alveg svo ég, velja það sem þeir gera. Ef þeir velja eitthvað, þá verður það. En Drottinn segir, ég vil að þú þjónir mér. Og hér er maður sem hefur þjónað honum í yfir 30 ár, alveg frá því að hann frelsaðist, þá í raun og veru byrjaði hann að þjóna honum og hefur þjónað honum upp á dag síðan.
þú kannski trúir þessu ekki, en ég get ekkert ráðið neitt við það hverju þú trúir og hverju þú trúir ekki. En ég að segja þetta, og þetta sannleikur, ekki til þess að ég sé nú ekki neitt heiður að þessu prívatverki, en ef að drottinn vill heiðra, þá gerir hann það. Ég banna hann ekkert að gera það, en sjálfur sé ég ekki engan heiður fyrir mig að taka vegna þessa. Bara tíminn líður og nú dagur og ég að þjóna Guði í dag, og þessi dagur ætlar þá að því ég valdi það að færa mér blessun einu sinni enn. Hverjum ber heiðurinn? Það liggur alveg fyrir hverjum ber heiðurinn. Hann heitir Jesús sem ber heiðurinn. Þannig að við setjum hring utan Jesú í öllum kringumstæðum, í öllum aðstæðum, alltaf. Og það það sem að trúin vill kenna okkur. Hún vill kenna okkur þessa kringumstæður alltaf. Hún vill að við séum undir þessum kringumstæðum alltaf. Á hverjum tíma, hvenær sem Er það hægt? Það hefur verið þannig hjá mér þetta líf. Ég hef verið í þessum kringumstæðum alveg frá þeim degi sem ég frelsaðist. Og ég harma það, og ég bið að Guð gefi þér líka harm hvað þetta varðar. Að harma það að börnin fá ekki þessa kennslu og það sé skipulega haldi frá því. Það besta sem börnin geta fengið og gætu fengið Guðs orð, en það búið að loka á það fyrir margt lengu. Hvenær var biblíun í raun og veru hent út úr grunnskólanum og komið með þessa samsuðu sem heitir trúarbragðafræði, sem ég reyndar hef aldrei skilið hvað í raun og veru sé. Hvenær var þessu hent út? Ég hætti í skólanum, ég kláraði bara skilduna mína og henni lauk 1968 og þá var ennþá verið að kenna biblíufræði. Hvenær þetta var? Ég held reyndar að það hafi skeð á milli 70 og 80. Þá einhvern veginn fór hjörtuna að herðast og einhver að hluta vegna kom hann einhver með tárinu í augunum og fannst þetta alveg skelfilegt og verið að kenna biblíuna inn í grunnskólanum og kannski voru þá að byrja að koma einhverjir útlendir menn með allir virðingu fyrir þeim sem voru með aðra trú en við. Ég held að þetta hafa nú byrjað svolítið þannig, ég allavega útiloka það ekki, þó ég veit ekki nákvæmlega hvernig sú saga en ég reikna með því að það tegi eitthvað anga sína inn í þetta samfélag þeirra sem að fór að taka við útlendingum og það hafa verið að koma hérna og fara útlendingar mjög lengi með þessa blessuð Araba sem voru hérna tíma, sumir ílengdust hérna og ágætis fólk og allt það, að þetta voru Palestínumenn og ég held að þeir trúi nú ekki á Jesú. Kannski byrjaði þetta með þeim. Þeir voru hér í nokkur ár. Þeir eru nú reyndar ekki í dag, en ég man eftir því að þegar ég voru á togurunum hérna á milli 70-80 og þá var ég oft með þessum ágættu mönnum og já, þetta voru ágættis menn. En svona eftir að hyggja að þá voru þeir ekki kristnir menn. Og kannski komið þeir með fjölskyldur sína, en ég svo mann ekki alveg hvernig það var, jú, einhverjir gerðu það og þeir náttúrulega áttu þó börn og þessir skólar kannski opnuðu sig fyrir þessu fólki og það getur verið að það hafi byrjað þar, en nú ég þetta bara að geta mér til það, ég veit ekki hvenær þetta var, en ég hygg að ástæðan fyrir því að þetta kemst inn hitt, þetta kippt út biblíunni, biblíusögunum og hitt látið í staðinn eitthvað samsull sem ekki fuglni fiskur. En þessar biblíusögur voru massív kennsla bara í guðlegum fræðum. Þetta sem skeði og þetta það sem hættan og svo náttúrulega mögnuðust menn í andstöðu sinni við þetta guðsorð og svo kom bara því við bara höfum þetta ekki þarna, við bara nefnum þetta ekki á nafn við börnin, það bara kemur ekki til greina og þetta afstæðan í dag, þannig að það var lokað á þennan hóp barna og því haldið frá orði Guðs skipulega og það graf alvarlegt mál að halda svo góðu að og gera halda mönnum frá því besta og gera með
skipulegum hætti. Þið sjáu, það graf alvarlegt mál. En þetta það sem við höfum staðið frammi fyrir í áratugi. Við getum ekkert opnað þetta neitt aftur og það aldrei viljið til þess, en ég þekki hann sem að gæti það og gerir bara ef hann vildi með einu fingur smelli og þetta komið á aftur. Þannig að við bara höldum áfram að biðja inn í þetta mál því að við vitum hvað betra. Það það sem við erum að hugsa við vitum hvað betra, þess vegna tölum við orð eins og hér verið að tala því við vitum hvað betra. Það ekki annars ástæðan fyrir því að við erum að gera það sem við erum að gera, að við vitum hvað betra. Við vitum líka að þetta fjöldin allur á fólki sem að vill ekkert með þetta hafa og það verður áfram. En þú veist hvað betra og þú þekkir þetta sem betra, þú ert sjálfur og sjálf undir því sem betra og það í eðli þess okkar mannana að vilja tala það við aðra sem betra. Veist, við viljum bæta líf manna. En við gerum það í hóvarð og í kærleika og í vinsemd og allt saman það, því við vitum, Drottinn kennir þá kennslu að við getum ekki skipað neinum neitt og það ekki inn í myndinni og þið aldrei tekið í mál, allavega ekki hjá þessum manni, að vera með einhverja slíka framkomu. Það gengur ekki. Ég valið Drottinn í dag, en ég gæti valið eitthvað allt annað. Og það myndir enginn hindra mig að velja það og ekki heldur Drottinn. Vegna þess að hann hefst ekki að hvað þetta varðar. Hann segir, Konráð hefur frelsi 100% og ég hlutast ekki til það hvað hann velur, en hann verður glaður þannig að sé að ég tek fram Biblíuna og þú getur líka glatt hjarta Drottins með sama. Þú gleður hjarta Drottins þegar þú tekur fram Biblíuna, þegar þú lest í henni, stúderar hann, tala ekki það, og kallar eftir kennslu og opinberun frá honum. Þetta liggur allt í þínu munni. Þetta allt innbyggt í þig með heilugum anda. Hvernig ertu að nota þinn heilaga anda? Notaðu hann svona. Gerðu þetta með þínum heilaga anda. Það það sem maður vill. Og þá allt í friði hjá þér. Já, einnig, það gott að geta sagt þau sjálf á sig að það allavega einhvað í friði hjá manni. En ég veit hins vegar og þú veist það líklega líka að þetta eitthvað sem við þurfum að hafa fyrir. Þetta eitthvað sem við þurfum að berjast við allt og oft. Það bara hluti af þessu vegna þess að við, þó við séum trúa fólk í dag, þá erum við að föllnu eðli. Við fættustum með þetta fallna eðli. Við rétt eðli reis upp með trúnni. Þetta alltaf að tókast á í okkur. Af því að við höfum val, við erum manneskjur, við erum vitsmunaverur, hann tók ekki valfrelsið frá okkur, ný af okkur og mun aldrei gera, þess vegna þarf ég alltaf að velja. Já, meira þess að svona þátt, vel ég að gera. Ég veit alveg hver vilji Guðs Ég þarf ekki að spyrja hann, Drottinn, á ég að gera þetta núna? Endilega, segir hann. Og þú ert með sömu köllun og ég, segja það, og þú ert líka að tókast á við þetta og þú spyrðan á ég að fara í að gera eitt þátt núna og ég lofa þér því hverju hann svara. Hann segir endilega, gerðu það og farðu strax í það. Af hverju? Af því það vilji Guðs. Af hverju? Af því þú sem trúumanniski ætlar að segja Guðs orð. Þú ætlar að hvetja að Guðs orði og þú ert að gera það sem best. Hvað sem fyrir mig að þig og þig sjálfa. Þetta nú ekki flókið mál. Þetta einfalt mál. En samt svo mikilvægt að sjá þetta svona. Sumir, því miður, jafnvel trúafólk, það sér þetta ekki svona. Jafnvel þó ég reikni nú svona frekar með því að kristinn maður standi með því að yngstu börnin okkar, yngsta fólkið okkar, hafi aðgang að orði Guðs. En þó hygg ég að flestir svona bara, hafi enga skoðun á því og það mjög slæmt. Því allt
hefst þetta með því að tala það út. Það dropinn þarna sem hólar steinin og við veitum hvað gerir. Dropinn dettur niður á stein og svo klofnar hann einn daginn. Það tekur kannski langan tíma. En þetta máttur dropans. Og það sama með orð Guðs. Þess vegna höldum við áfram að hamra þennan stein því við viljum sjá hann klofna. Kannski verður það ekki okkar tíð, svo fyrir utan það og kannski verður bara Kristur kominn og búinn að stofna þetta 1000 ríki áður en við förum af jörðinni. Já, það getur vel verið, það veit enginn hvenær það verður, en það stefnir alltaf í það, því að daginn veit enginn, en það alveg ljóst að það verður fullt af fólki á jörðinni þegar þetta skeður, bæði vantrúaðir og trúaðir. Og hér í dag fullt af fólki, vantrúaðir og trúaðir. Þannig að við getum alveg verið fólki sem upplifir þetta. Við veitum ekkert það. En við megum alveg vænta þess að þetta komi á okkar tíma. Ég held að það væri ekkert drottni á móti skapi að við ættum þessa hugsun til að þetta gerðist á okkar tíma. Og okkur ekki. Þegar ljóst að það veit engin staðin eða tíman nema faðirinn einn á þessu. En þessu trúum við, en við veitum ekki hvenær það skeður, við sjáum tilgang trúarinnar þarna. Hún heldur þessari hugsun við í okkar hjarta. Og þetta allt saman styrkist og byggist utanum þetta af verkanu sem við erum að gera. Í Jesú nafni. Þannig að ég sé ekki mann eða konu sem segist eiga trú en á engin verk til. Ég sé ekki þá neina trú í lífi einstaklings. Ég ekki svo að skilja einhver þurfa að sýna mér trú, en hvernig ætlar hann að heiðra Jesú frelsarana sinn ef hann ætlar ekki einu sinna sýna nokkur manni að hann eigi til trú? Sjáum við ekki hvað við getum verið á asnalugum stað með þetta allt saman í okkur? Þetta eitt af því sem svona ræður ætlað að komast að með. Þetta snýst alltaf það að vekja mann og annan til umhugsunar það sem betra, og það alltaf betra að stúdera ígrunda orð Guðs. Það bara alltaf betra. Og hver á að tala ef ég tala ekki? Segðu þetta með mér sem trúð manneski ef ég tala ekki. Því að það hlutverkið okkar. Þetta skyldumætingin okkar sem trúað fólks. Þannig ég heiðra ekki sjálfa mig fyrir það, en ef að drottin vill heiðra mig þá gerir hann það. Það þá bara hans ákvörður. En ég aðeins að gera það sem ég veit að ég á að gera. Skyldu verk mitt. Bara rétt eins og maður sem að mætir á hverju mótni klukkan 8 vegna þess að hann ráðinn í þessa vinnu. Já, maður spyr á móti hvaða heiður á að skilja fyrir það. Já, ég sé það ekki. En ef að vinnuveitandinn vill heiðra mannin fyrir þetta, þá gerir hann það bara og ekki orðum það meira. Svona Guð líka. Leifum honum bara heiðra. Þess vegna hömpum við engum manni, þannig séð, setjum mann eitthvað ofar öðru fólki, en það hefur nú aldeilis verið gert í gegnum tíðina og hefur verið gert á minni tíð, ábyggilega ekkert minna heldur nú allir annari tíð. En við heiðrum einn, hann heitir Jesús. Við bendum á einn, við bendum á Jesú. Og það nægir okkur alveg að vera bara þar. Við njótum blessana frá Jesú og við þökkum Jesú fyrir þessar blessanir og við segjum frá þessum blessunum sem að hann hefur fært manni í skaut. Þetta snýst allt hann og þannig skal það vera. Já, eins og áður þá gaman að tala orð Guðs og það gaman að hafa aðstöð til þess að tala Guðs orð og gera það með þeim hætti sem hér hefur verið gert og
og þetta eru góðir þættir og það getur þú tekið undir með mér sem hefur verið að blessast af þessum þáttum og ég get þá blessað á móti með því að fullyrða það og segja þér það að þetta mun halda áfram vegna þess að Drottinn vill að þetta haldi áfram og þannig bara það. Hann einfaldlega vill að þetta haldi áfram. Og hvað á Jesús að gera í því? Vil ég Drottinn að eitthvað haldi áfram og hann setur mig yfir þetta sem á að halda áfram og ég get alveg lofa því að ég mun ekki standa í gegn því. Bara aldeilis ekki. Ég er bara þakklátur í mínu hjarta fyrir það að hann ljái máls á að leyfa mér að vera með. Og hann hefur nú leyft mér að vera með í yfir 30 ár og ekkert minna heldur það því að þannig var, og ég er stundum talað það, að ég byrjaði strax að vinna verk í Jesú nafni bara undir eins og ég frelsaðist. Þegar ég frelsaðist þá lögst upp fyrir mér að það væri jú til Guð og svo fór ég að lesa Biblíuna og orðið Guðs svona þegar ég fékk það og ég tók strax fram penna og blað og merkti eða skráði ritningavessin sem að vöktu mér áhuga. Ég las fyrsta skipti yfir orðið með þessum hætti og svo las ég Nýja testamentið og enda og þá voru allmörg A4 blöð þétt skrifuð sem ég prentaði upp á ritvél sem ég var með þá, bara venjulega ritvél, í þeim tilgangi að ég vil gefa þetta út. Þannig ég fór strax að vinna í Jesú nafni. En mér sýnist vera komin einhver tími á þetta og við viljum ekki hafa þetta of lengi. Og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og mun blessast áfram af þessu verki lifandi Guðs. Takk fyrir mig.